Nú er ég alveg þar með þetta. Við erum stödd hérna í Leirbakaríinu á Akranesi. Hér eru þær Maja og Kolla að renna leir sem aðeins flóknara en ég hélt. Leirbakaríið opnaði í desember bara og hefur nú heldur betur farið vel á stað. Við ætlum að heyra eins í þeim stöllum hvernig þetta gengur fyrir sig og hvað þeir eru að gera. Sem greinilega aðeins erfiðara en ég hélt. Svona, lokusáttur. Stelpur, Leirbakaríið, hvernig stendur á því að þið stofnið það? Við vorum búin að vera að leita húsnæði hérna í rúmt ár á Skaganum. Búin að fara hérna inn í allar kytrur og alla skúra og allt laust húsnæði sem við gátum fundið. Og það var ekkert sem að hentaði, ekkert sem að fangaði auðvitað. Nei, við vorum eins og konar farnar að spáði það hvort við þurftum bara hreinlega að byggja. Nefnum svo gerðist það að bakaríið hérna flutti í nýtt og stærra húsnæði. Og þá sáum við svona sóknarfæri og höfðum samband við bakaríseigendurnar og fengum þetta dásamlega húsnæði að leigu. Gátum ekki verið heppnari. Þetta hentar okkur alveg ótrúlega vel. Það eru stórir og ljótir og drullir og skítur vaskar. Það má drullum alla á gólfið og já. Þetta er ekkert og fancy eða flott þannig að hérna má virkilega vinna og það má verða skítugt. Þannig hérna getum við skapað bara eins og okkur sýnist. Og þaðan er væntanlega nafnið komið, Leirbakaríið. Já, hérna hefur verið bakarí síðan 1967. Þannig að það kom ekkert andi greina. Við bara höldum áfram að baka, bara 1000 gráðum hærra en þeir. Cirka bát. Og hvernig hefur ykkur verið tekið? Óbúslega vel. Bara fólk eru ótrúlega ánægt með þetta. Við erum bara skýjuna, við svífum ennþá hérna. Bæði heimamenn og fólk hérna í nágranna byggðarfélögum hafa verið dugulegt að heimsækja okkur. Já, við erum að fá hópa, ekki bara hérna heldur úr bænum, Hveragerði, að vestan og starfsmannahópa í svona hópafylgsferðir, koma hérna með strætó með hérna ávaxtarsaga með flöskum og fá að leira. Virkilega skemmtilegt og strætó tilbaka. 3 tíma síðar. Það er eitthvað óbúslega fallegt við að sjá fólk vera að skapa hluta á hérna rennibekknum. Út af hverju er það? Þetta er bara hugleiðsla. Já, og þetta er líka bara, leirin er bara svo mjúkt efni, þú getur svona unnið inn í hann í staðan fyrir, já, hann sveigir sér svolítið og beigir bara eins og þér hentar. Já, nákvæmlega. Þannig að það er, þú vinnur í leirin ekki úr honum. Þetta er bara ótrúlega ljúft að vera með leirin í höndunum. Og ólíkt lífinu sem að sveigist og beigist ekkert endilega alltaf eins og maður. Nei, það vinnur ofta á mótum. En leirin ger það reyndar stundum líka. Já. Að hann getur verið eins og ef við erum að vinna um íslenska leirin, þá er hann bara svona eins og ágætur Íslendingur að hann er sjálfstæður og hann beigir sig og hann reynir svolítið að sveigja þig eftir sínum vilja. Og þá er bara spurning hvort þið getur mæst einhverstaðar á miðri leið. Hvað er það sem þið horfið til í ykkar hönnun? Eru þið ólíkar í keramíkhönnunin ykkar eða eru þið með ólíkar áherslur eða? Við erum ótrúlega líkar. Við sáum það, já, svona þegar við sáum það vorum búin að stilla upp hérna í desember og voru ánægðar, þá allt í einu bara, já, við erum bara svolítið líkar í rennslunni, sérstaklega, en með áferð og glerungum og annað þá erum við alveg bara algjörlega ótrúlega ólíkar. Ég er miklu grófari heldur en hún. Ég er með skúlptúr líka svolítið í hérna mínum grunni. Þannig ég er meira kannski í handbyggja, ekki eingöngu í rennslunni. En við byrjuðum á því að vera með svaka stóra bollasýningu þannig að við erum með svolítið mikið af bollum hérna inni núna. Þannig ég á eftir að koma með skúlptúruna. Þannig að ég er svolítið mikið í því líka að reyna að gera stóra hluti sem eru aðeins stærri heldur en opnarnir kannski leyfa og mér finnst svolítið gaman að teygja og toga efnið. Fara aðeins út fyrir ramman. Svo er ég kannski meira svona eins og í postulíninu sem er alveg ótrúlega fallegt efni og hægt að búa til þetta á svona hluti. Það er svona óbúslega hvítt og bjart og hreint og tært. Og hérna, fyrsta skipti sem ég er endur postulínu, þá var ég bara svona ástfangin upp á nýtt. Það var bara svona, hvað er þetta? Já. Þegar maður kemur hérna inn, það er svo mikið af fallegum hlutum, maður verður alveg bara hugfangin. Er þetta svona alla daga? Svona bara, það er bjart hérna inni, fallegi litir, notalegt, þú veist, bara... Þú finnur, það er góður andi hérna. Það er ótrúlega ljúft og gott að vera hérna og að vinna hérna er bara draumur dós. Þetta er dásamlegur staður. Og já, það er alltaf svona bjart og fallegt hérna. Og ef við förum aðeins í veturinn, verður opið hérna hjá okkur þá bara meira og minna flesta daga? Já, svo verður við með námskeið, bæði krakkarnámskeið og fullorðinsnámskeið. Og svo erum við líka með svona skemmtilega opnunartíma. Ef að ljósin eru kveikt hérna inni, þá er klukkan sér 12 kvöld, þá ertu velkomin inn. Eða 8 morgun.
Þannig Það er ekki svona heilagur. Nei, við erum ekki með voða mikið auglýstan á opnunum tíma en þú veist það er alltaf einhverju dag, við höfum svolítið hort á miðvikudag til föstudag 3 til 6 og lofa því að vera þá. En annars eru það hóparnir bara að setja sig í sambandi við ykkur í gegnum Facebook eða svoleiðis. Bollarnir, þið voru með stóra sýningu á kaffibollum og þess vegna mikið magn og mikið fjölbreytni í bollunum. Þið voru með ófærðarbollar sem sló í gegn, eða ekki? Er það kannski... Meðal annars, það voru ófærðarbollarnir, þeir eru Þeir eru alveg ótrúlega skemmtilegir, það er alveg mikil ófærð í þeim og turbulens og snjóstormur og allt þetta. Svo eru Íslendingarnir líka, ég ætla að ná vísleis. Þeir voru líka slá í gegn. Já, þú ert nú bara með móla. Nei. Jú, Íslendingar, hann er bara líka með bláu. Já, þetta er allir litirnir, þetta er Íslendingar. Þannig að þá er það strengt í 3 litum. Og maður þannig að finna bollan í höndinni, hvernig passar þessi bolli mér, ef ekki þá er ég að fara í aðra hillu og ná í annan bolla. Þetta er svolítið svo leiðis. Bollar eru náttúrulega bara eins og fatnaður. Þú verður að finna hvað liggur vel í þínum lóa. Það er ekki sami bolli sem passar fyrir mig og Maju til dæmis. Þess vegna er ég ekki með bollastell heima hjá mér sem er allir eins. Heldur setja bara helling á alls konar bollum á borðið og svo fylgist ég með hvað hver tekur. Mér finnst það mjög spennandi. Leiðbini fólki, ef ég kemi hérna inn á götunni, myndu þið leiðbina mér í að finna bollan minn? Já, ég myndi prófa að rétta þér en ég myndi samt fyrst sjá að hvaða bolla gengur þú fyrst. Hvar ferðu fyrst? Þetta er svolítið svoleiðis og fólk kemur inn og ætlar sig kannski að kaupa eitthvað allt annað bolla og svo bara er eitthvað sem kallar á því, já ég ætla að fá þennan. Þess vegna eru til dæmis með þennan bollavegg hérna, þar sem er sko alls konar bollar og þú getur pröfað hvað hentar þér. Já, við erum ekki með mátunargleða einmitt svoleiðis, bara leggur til lóan. Já, hér er svona úrbrotaði besta af öllum tegundum bolla. Já, þessir eru náttúrulega með, þeir eru allir með hanka sem er þarna en við náttúrulega gerum heilmikið að hanka lausu. Ég persónulega kýs það frekar, heldur að vera með hankan.